Komið sælir allir saman. Velkomnir á Sagnastund. Þannig að við, æskuvinir, Bárður, við höfum staðið núna nokkra missera skeið, svona gamla okkar, fyrir Sagnastund á Garðskaga, út í Garði. Og það vildi svo skemmtilega til að Sagnastundinni var boðið í heimsókn hingað inn til Keflavíkur. Og við erum staddir hér í lagarhluta vélavegstaði Skumma á Gröfunni og fór boðið hér inn. Og það gaman að minnast þess að því við erum að tala söguna að Keflavíkur bærinn, hann stóð hér aftan við, fyrir augum mínum núna, þannig að þetta hús stendur í túninu á gamla Keflavíkur bænum. Og dúshúsin náttúrulega sem eiga sína miklu sögu og veitingastafurinn Dús og byggðasafnið, þeir eru hérna fyrir nærri okkur. Þannig að við erum á söguslóð. Það meiningin núna að fjalla togara. Og það þannig að í janúar 1907 þá kemur fyrsti alvöru úthafstogarinn sem byggður sérstaklega fyrir Íslendinga, Allians og Thor Jensen létu byggja Jón forseta. Og í marsmánuði sama ár þá kom mars. Marsmánuði og heitir þess vegna mars. Og þá byrjaði þessi óskaplega saga að vísu voru búnir að vera svona, það ekki Egill, svona grunn sjávartogar eins og Kút og Fjósarauður og einhverjir á undan skamman tíma, en þarna byrjar þetta og því skemmst frá að segja að þessi togaraútgerð, hún stendur í áratugi út eftir öldinni, þessi síðutogaraútgerð. Stendur með blóma fram að fyrra stríði, svo eru togarar seldur úr landi í fyrra stríðinu. Já. Og það bæði sem sagt afkomubrestur og fækka skipunum, en svo verður sprenging eftir fyrra stríð. Já, upp úr fyrra stríð aftur. Já, og þá eru samfelldir áratugir þar sem að þessir síðutogarar standa undir allri þróun og gjaldeyrisöflun meira og minna á Íslandi. Og þetta náttúrulega mikil sá. Ég nefndi Jón forseta og hann gerði það gott í 20 ár, en svo endaði hann í Stafnes. Og ketillinn úr Mars, hann á Gerðahólma í Garði. Og hann náði 7 árum. Þannig að þetta mikil saga. Egill Þórðarson sá maður í dag sem að stendur að mínu mati uppi með mesta þekkingu þessi skip og þennan tíma af öllum. Og við erum heppnir að fá hann hingað til þess að koma. Egill loftskeytamaður í grunninn og þekkir þess að togaraútgerð var þar. Hann var líka hjá Landhelgisgæslunni og hann einn af burðarmönnum í að viðhalda varðskipinu Óðni. En þar eru heiðursmenn og snillingar sem halda því flotta skipi gangandi. Þeir hafa komið á sögustund á Garðskaga, þeir menn tvisvar sinnum. Og Egill vildi ekki bara koma og segja okkur sögu togara. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla ekki. Ég ætla ekki að taka alla togarasöguna. En fyrst þú byrjaðir á þessu með gömlu togarana að það kom mikið af þeim eftir fyrra stríð og margir af þeim voru byggðir 1918. Það var byggt alveg hellingar af skipum 1918 í Bretlandi sem voru notaðir sem togarar. En þeir voru byggðir flestir sem tundurdufslæðarar. Og þar voru við vitum 4 sem að fórust með mann og mús. Það var í Halaverinu, Fíldmarsja Róbertsson sem var gerður út af Helgisbræðrum í Hafnarfirði og svo Leifur Heppni. Þeir liggja þarna í vesturkantinum á Djúpbólnum fyrir vestan, á deildargrunninu. Og svo fórst Sviði 41 og Max Pemberton 44. Þetta allt sístu skip.
uppalega byggði sem tundurblöðslæðara. En ég skrifa þetta nú svona inngangina þessu fyrir unga hólkið, en hérna það þarf ekkert að segja eitthvað það að sko á þessum árum þá kostaði lífsbjörgin, hún fékkst ekki fyrir ekki neitt, hún fékkst ekki án áhættu og hún kostaði það að lífið sjálft væri sett að veði. Það var bara svona. Og það er náttúrulega grunnurinn af velsældinni sem við búum við í dag, við sem getum farið bara með kreditkort út í bónus og keypt það sem okkur langar til að borða. Þetta var ekki svona. Nú, sem dæmi þennan veruleika sem sjómenn og sjómannsfjölskyldur bjuggu við, þá bara vitna ég ömmu mína árið 1953. Hún var ekkja eftir berklana og hún var búin að missa 2 syni sína í sjóinn, þann seinni nýlega þarna, 53, og ég var 4 ára snáði, var eitthvað að vola yfir hana frænda mínu sem var ekki lengur að leika við mig. Og þá segir hún bara, þetta sem að fólk sagði oft, hafi gefur og hafi tekur. Þannig er það væni minn. Svo sagði hún ekki meir. Málið var útrætt. Þetta er annað veruleiki heldur en í dag. Nú, svo eftir að hafa skoðað þau gögn sviðaslysið sem hér verið sýnt á spjöldunum, þá kemur svona ákveðin mynd upp í hugan hjá mér. Ég er fæddur upparinn í Ólafsvík og svona þekki bragðið af Breiðafirðinum. Og það sem að ég sé sko, að mánudaginn 1. desember 1941, þá var togarinn Sviði GK7 að ljúka veiðum, líklega vestur á Hala, blöðin segja bara að hann hafi verið djúpt á Vestfjarðamiðum. Þeir hefur verið viku úti og konum með fullfermi og klukkan 4 síðdegis þá halda þeir stað heimaleið. Þeir hafa fengið ágætt veður og ágættis leiði að bjargi þar sem þeir gætu hafa verið miðnætti. Ég reiknaði bara leiðring á þeim frá Hallanum og Sörður og svona 8-9 míla ferð. Þeir gengur svona 9 mílur tórar. Seinni heimsstyrjöldin var í algleymingi. Ísland var hernumið af erlendum herjum, aðalega Bretum þarna, og öll upplýsingamiðlun og samskipti voru að mjög skornu skammti. Veðurfregnir voru hernaðar leyndamál sem ekki mátti útvarpa undir nokkurum kringumstæðum. Talstöðar báta voru innsiglaðar og það var á meira svo tímabilið þarna á þessum árum þá voru fjarskiptatækin tekin úr togurum út í Bretlandi. Það var heilmikið uppistand, enda með því að þeir fengu að halda stöðvunum með því skilir að sendarnir voru innsiglaðir, máttu bara nota á til þess að senda neðarskeyti, allavega í siglingunni. En hins vegar, og ég hef ekki komist alveg nákvæmlega að því, hann Steinar J. Lúðvíksson ætlaði að hjálpa mér að reyna að finna reglugerðina fjarskiptahömlurnar, hann fann hann aldrei. En sko togara virðast hafa haft undanþágu til að láta vita af sér á heimleið á kvótatímum togarana, þar sem var unnið eingöngu á mossi og með dulmóli. Og ég var nú við þetta sjálfur og það, sem sagt, togararnir höfðu samband 5 sinnum á dag og blindsendu hvor fyrir annan, það sem höfðu fengið fiskiri og hvað mörg hól, ástandi á trollunum, hvort það var rifið slitið leggur eða rifið vangur eða flett undirbyrðið eða eitthvað. Þeir sendu klukkan 7:30 á morgnana, klukkan 10:30, klukkan 16:30, 19:30 og 23:30. Og þeir virðast hafa mátt gera þetta að einhverju takmarkuðu leyti þarna á þessum tíma. Togarinn Venus og skipstjóri honum var Vilhjálmur Árnason. Hann var einnig að ljúka veiðum og hefur verið á sömu slóð og hélt af stað heimleiðis klukkan 7 kvöldið. Hann hefði getað verið við bjargi klukkan 3 nóttina, sem 3 tímum og eftir Sviða. Og þegar komið fram á suður á Breiðafjörðinn, fór á kula á suðaustri, ofan í sunnan undurölduna sem var sífellt þyngri.
Það var nefnilega búin að liggja lægð hérna suður í hafi og dæla sunnanátt hérna norður eftir. Þannig að það var komin sunnan sjór. Og ef við hugsaum sviða, svo sem saman hvort þeirra var framhlaðin, léttur á aftan eins og væntamátti og sífellt bætti í landsinningin eða suðaustanáttina. Og líklega hafa verið 120 til 140 lífratunnur aftur á hekki og upp á bátafalli. Og helmingurinn af kaupinu hjá mannskapnum var lifrarhluturinn. Premía var umtambil helmingurinn og lifrarhluturinn svona cirka hinn hluturinn þegar það var einhver lifur í fiskinum. Og fastakaupið var 5 krónur á dag. Þannig að þeir hirtu hvern einasta lifrarbrot. Og það var ekkert pláss á þessum skipum nema hérna, aftur á hekkinu og upp á bátdekki. Hérna sem skipið er þynnst og ber ekkert. Hann burðurinn er hérna fram í. Þegar komundum morgun á þriðjudeginum 2. desember gætu þeir hafa verið komnir suður á Flákahotnið. Það er semst í norðurkantinum á Kollálum í Breiðafjörðinum. Svona svolítið sunnan við miðjan Breiðafjörðin. Þar sem rísa upp 20 til 30 metra tindar af 130 metra dýpi í norðurkanti Kolláls. Það er óþverra sjólag í vestan og sunnanáttum og sérstaklega á Vesturfallinu. Og Vilhjálmur, hann segir hann var ekki bara tvísjóa. Sjórinn var ruglingslegur, segir Vilhjálmur. Þegar hann kom í land í Hafnarfirði. Einhver tíman fyrir klukkan 7:30 morgun, fyrir semst kótatíman, klukkan 7:30, hefur eitthvað farið úrskeiðis borð í Sviða. Eitthvað sem við gerst sem við vitum ekki hvað var. Mér detta náttúrulega lifrartunnunar, en þær voru 122 í síðasta túr. Það vill svo vel til að hann Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri í Hafnarfirði, hann skrifaði Verslunarssögu Hafnarfjarðar og hann átti í fórum sínum frá Akurgerði bókhaldsgögn og þar var uppgerðið á túrnum næsta túr undan. Var það trétunnur? Það var trétunnur, 100 lítar eins og síldatunnar bara, 100 lítar trétunnur. Var ekki afi hans á Sviða? Jú, afi hans fórst með Sviða. Þegar hann heit Erlendur loskeitamæðurinn, kom í brúna til Guðjón skipstjóra morgun til að spyrja hvað hann ætti að senda. Maður fór alltaf til skipstjórans að spyrja hvað hann senda. Svo fór maður í kótabókina og reyndi að finna kótaorðið sem passaði við þetta sem skipstjórinn vildi láta senda. Þannig að það var staðlað sem fór út. Það var ekki akkúrat það sem hann sagði. Hann var að finna eitthvað sem passaði svo nokkurn veginn við. Og Guðjón sagði, norður á Kollál og eitthvað sem passar við að laga til. Og það vill nú þannig til að það síðasta sem kom frá Max Pemberton var líka að laga til. Þannig að þetta er ekki samtali talstöð heldur fjölskylda milli loskeitamannina á kótanum. Og ég ætla bara að loka að heyra svona hvernig þetta getur hafa hljóma í kótanum. Þetta er TFPC og svo kemur skeitið. Svo endurtekur henda. Svona gerðum við þetta. Svo kom næsta skip. Svo skrifum við bara niður kótaorðin og þýddum þetta og fóru svo blaði til skipstjórans. Þá hafði hann alltaf alla flotan á blaði. Þannig var þetta unnið. Og eins og ég sagði, þetta er staðlað orðaval sem var þýtt yfir á dulmál fyrir sendingu. Loskeitamæðurinn á Venusi hefur tekið á móti þessu skeiti eins og kollegar hans á öðrum togurum hafa gert. Loskeitamæðurinn á Venusi fer í kótabókina, þýðir skeitið, skrifar þýðinguna niður á skeitablaðið og færir Vilhjálmi skipstjóra. Og þarna var skipstjórinn á til brúnni, hérna
ég sé engan loftskeytaklefa hérna aftan á, hann hefur líklega verið aftur í kátu. Það hann þurfti að fara hérna með blaðið hérna fram í til hann sko. Það var ekki þægilegt á þessum skipum. Ekki fyrir neitt. Sko, ég held að Vilhjálmur hafi ekkert verið rótt. Hann veit nokkurn veginn hvað hann er staddur og hann er að laga til, það er eitthvað að gerast. En þarna eru komið suðaustan 7 vindstig. Löðrið er farið að renna í rákum á sjónum. Vindaldan á suðaustri er sívaxandi ofan á undiröldinni og skipið er farið að taka framan yfir sig. Og þarna er hann að fara út, hann er óhlaðið þarna. Þegar er búin að brenna kolónum sem voru hérna í miðunni og hlaða í lestina sem var héðan vel framan við spilið og fram fyrir gálga, þá voru alltaf konur nasnar. Þau voru alltaf á nösunum þessi skip. Og hérna Tryggvi Ófeirsson talaði sérstaklega þegar það var að byggja nýsköpunartogarana. Þær yrðu að vera djúpir í hælinn. Þær yrðu að vera nógu djúpir í hælinn. Því þið toguðu ekkert þegar þið voru komin fram meðan túr. Og það kemur líka fram hérna hjá Vilhjálmi að sko hann ákveður að fara í var upp á Skarðsvík. Hann er út á miðjum Breiðafirði og fer ekki fyrir nesið, heldur ákveður að fara í var upp á Skarðsvík. Þetta eru 20 mílur og hann er 6 tíma að þessu. Hann gengur 3 mílur. Og það er akkurat þetta. Bæði náttúrulega veðri á móti og svo bara tómar hann ekkert áfram. Hann verður að halda í var við Snæfellsnes og það eru 20 mílur upp á Skarðsvíkina. Skipið er veður á móti veðrinu sem er inn á bakborðsbóginn. Af og til sjáðu ljós á skipi framundan sem þeir teljað hafi verið sviði. Þeir tala að þeir teljaðir hafi séð sviða, en hann hefur verið allavega 10 mílur á undan þeim ef þessar staðsetningar er réttar. Þannig að þeir hafa alla síðan, það er ábyggilega eitthvað annað skip. Nú fyrir hádegið, ef við erum nú að rekja Venus, fyrir hádegið versna sjólaði til muna. Það eru brot og straumhnútar á bæði borð. Þeir komast klakklaust í gegnum þetta og smátt verður sjólaði reglulegra. En nú er hann kominn á sunnan storm. Hann kominn sunnan storm í hádeginu. Upp úr hádeginu fyrir vindbára minkandi og undirhaldarna koma meira inn á stjórnborðsbóginn, hann haldan sem er að koma fyrir nesið. Þeir rýna út í rigninguna. Loks glittir í hraunið lága upp á Skarðsvíkinni og gulleita fjöruna. Annars slæðið glittir í hraunkantinn austan við víkina og stundum í Öndverðarnesið, að vestan. En sviðið er ekki þar. Þeir eru bara einur á Skarðsvíkinni. Og þá er spurningin, skildi sviðið hafa haldið fyrir nes og sé núna að berja suðubuktuna. Það er eina niðurstað sem menn geta komið stað á þessari stundu. En þarna var sviðið farinn. Þeir á Venusi láta reka á Skarðsvíkina og kippa annars slagið upp undir, þessum eftir dags. Klukkan 8 kvöldið er hann komin í útsynning, suðvestan og farin að ganga niður. Vilhjálmur heldur á stað suður. Hann hefur bara segulkompassa, við verðum að muna það í dag sko. Hann hefur bara segulkompassa. Þeir hefur reyndað 2 kompassa. En ekkert annað. Hann styðjast við í myrkri og dimmviðri. Það er myrkur þarna. Hann verður að fara djúpt fyrir og að auki slökkt á öllum vitum vegna stríðsins. Þannig að hann hefur hvorki nesvitan eða skálasnaðan. Eða svörtalóttavitan eins og sumir kalla hann. Það er líklega komið fram hádegi, ég hef ekki upplýsingar það en ég ímynda mér að það hefur verið komið fram hádegi eða fram yfir hádegi þegar hann kemur til Hafnarfjarðar. Þann 3. desember. Og þegar Venus kemur til Hafnarfjarði, þá er sviðið ekki þar heldur. Nú er ekki að villast, það er alvara á ferðum.
Menn í landi er látni vita og það er líklega farið að halla degi þegar að haft er samband við slysavarnardeildirnar Bræðrabandið í Rauðasandshreppi og Björg og Hellisandi og beðið að fjörur séu gengnar, sem var svo gert 4. desember. Á 5. daginn 4. desember eru fjörur gengnar, ekkert finnst á Snæfellsnesi. Ég ger ráð fyrir að þeir hafi gengið frá Sandi og út Korsvíkina og fyrir Gufuskála og út Skarðsvíkina út á Nes. Og ég fann enga skýrslur þetta á Þjóðskjalasafninu. Það hefur allt farið einhvað forgóri hjá Slysó. En á Rauðasandi, undan Sórbæ, finnst ómerkt flak af björgunarbáti, árar, mastur og poki með segli. Í blöðunum segir þetta hafi verið flak af báti. Svo kom maður á sýningunni hjá mér, í Hafnarfjarðarkirkju, sem var í sveit á Sjöundá og hann lék sér í þessum bát. Og hann sagði að það var ekkert að þessum bát. Það var óskemmtur. Og það var engi merki þess að hann hafi slitnað frá. Hann hafi bara verið losaður úr blokkunum. En á þessum tíma, þegar þetta er að gerast, þá er margt hefur gerst í stríðunum og enginn vissi fyrir því úr hvaða skipi þessi bátur er. Hann var ómerktur. Á föstudeginum 5. desember fór varðskipi Ægir frá Reykjavík. Hann hafði legið alla dagana í Reykjavík og losa vöru og hann leitaði utanverða Faxaflóa, vestur á móti Hóla og utanverðu Snæfellsnesi og suður í Miðnessjó og eins og ég segir í dagbókinni, inn í Garðsjó. Þennan dag fannst björgunarhringur merktur sviða undan Sjöundá og nú fór enginn í grafgötu með hvað gerst hafði. Það var semst ekki fyrir hann fer á þriðjudeginum, það er ekki fyrir á föstudeginum sem að mönnum með ljóst hann hefur farist. En hann er búinn að vera týndur náttúrulega allan tíma. Síðan rak lík sem í ljós kom að var á Júlíusi á Hallgrímsinni kyndara og súðinn sigldi fram á uppstillingaborð undan skor. Þessi maður sagði mér að fólki í sveitin hefði alltaf talað lestarborð. Þetta hafi verið lestarborð sem að súðinn hafi siglt frá. Og ef þetta hafi verið lestarborð þá er skipið náttúrulega brotnað af einhverjum orsökum. Nú, svo það sem við vitum, að í hönd fór dimm og köld jólafasta. Hjá mörgum fjölskyldum í Hafnarfirði og víðar og skuggi örbirðar og sorgar hvíldi yfir jólahátíðinni sjálfri. Og þetta var ægilegur harmleikur, allt saman. Og svo langar mér bara til að bæta við hvernig neyðarskeyti hefði hljómað ef það hefði farið í loftið, en það var aldrei sent. Þetta er SOS. Svona þetta hljómað. Hvað voru margir borð? Ég þori ekki að fullyrða það. Já, ég rakst nefnilega á 25 daginn. 46 börn hafa verið óðurlaus. Já. En mér finnst einhvern veginn að hafa verið 30, en þetta er alveg rétt varður. Ég rakst einhvers staðar á þessu tölu, 25. En ég getum komist að því, það er ekkert annað en bara að googla blöðin þarna dagan og eftir, Var ekki Venus þó nokkuð stærri? Nei. Það voru 45 metrar löng skip, rúmlega 7 metrar breið. Ég hef ekki teikning af Venusi. Nei. Hvað var þessi tónu? 320 tonn. 320 tonn,
Þegar við skoðum á eftir, við gerðum samanburð á honum og þessu línubátum sem er í dag. Guð góður maður, þetta er ekki neitt með við þá. Hérna á þessu blaði sko, hérna er ég að tala um heimsstyrjöldina og fjarskiptahömlurnar. Blöðin voru ritskoðuð og útvarpið voru ritskoðað, það mátti ekki segja frá öllu. Hérna er gamall kóti, togarakóti, frá því eftir 1950 og þið sjáu þetta nú ekki, hérna er kótablaðið, þetta er yfir heilan dag, þeir hafa nú verið fáir úti þannig, það eru 3 og 4 og 5 sko og þannig bara talið hvert hól, hvað var í hverju hóli og hvar þeir voru staddir. Svo er hérna tryggingarsamningur, stríðstryggingin. Það var bara strax í október 1939 sem var komið á stríðstryggingu íslenskra fiskiskipa. Og þeir voru tryggðir sko frá því að fóru úr fyrstu höfn á Íslandi í siglinguna þangað til að koma til fyrstu höfnar á Íslandi. Og ég bara sé þetta ekki alveg. Nei, það er kannski að stakka. En mér minni að hafa verið 80.000 krónur sem að var hérna örorku eða dánarbæturnar. Og hvaða tryggingafélög voru þetta? Þetta var sérstakur sjóður eða sérstök trygging sem að hét tryggingar, hvað hétt þetta? Var það þá ríkið sem að... Já, ríkið var örugglega inn í þessu. Já. Ríkið var örugglega inn í þessu. En sko það tók 8 ára málaferli að fá tryggingar að borga út af því að sko tryggingarsjóðurinn sagði það er engin sönnun fyrir því að skipið hafi farið á stríðsvöldum. Ég held að þetta hafi frekar verið mannúðarmál heldur en hitt. En hvað heldur þú? Var það ekki bara óviður? Ég veit það ekki. Við ekki skoðum það eftir. Við vitum ekkert en það er allavega 4 systurskip sem að hurfu. Nú svo bara tíðarandinn sko. Að sko þarna á þessum dögum sko þá er fyrst og fremst verið að fjalla um heimsstyrjöldina. Svo kemur hitt svona með að sviða sér saknað. Svo maður svona átti sig aðeins á tíðarandanum. Og svo er hérna siglingaráhöfnin sko. Þeir komu, Reykjavíkur og Hafnarfjörður og togararnir, þeir komu heim eftir þeir voru búin að fiska í sig og helmingurinn af mannskapnum fór í land og helmingurinn sigldi og svo losuðu sig við öll veiðarfæri, hlerana, vírana og allt af dekkinu. Áður en sigldu? Áður en sigldu. Tryggvi Ófusson, hann var ekkert að setja þetta í land, hann kastaði bara hérna undir stapanum. Þar kastaði hann öllu, trollinu og vírunum og hlerunum öllu saman og setti bara baujó. Já. Til að flýta fyrir og létta skipin? Já, til létta og já, til létta. Það bæti stöðuleikann. Það kemur ljóst að maður hefur að skoða þetta að þessi menn hefur ekki sætt sig við þennan stöðuleik í dag. Alls ekki. Svo er það berklanir. Hérna er, fyrst og myndist á afa hans Lúðvíks Geirssonar, að manstu það, Benni, hver það var sem að það var einhverju fjölskyldun sem var nýdáin úr berklum á þessu tíma. Og þeir borið sviða. Lúðvík, Já, Hjörleifur, föðurbróðurins, hann dó ekki, hann var með berklaveikur. Já, Já, hogginn sem kallað var alltaf hálfskakkur. hann var hogginn, já, einn af þeim, já. En þeir borið sviða, þeir söfnuðu verulegu peningum til þess að gefa til berklahæli sem áttu að byggja upp í Bossusveit, sem var svo Reykjalundur. Þetta er svona svolítið innsýn í tímann sko. Þetta kom upp úr þessum pappirum. Hvað er með næsta Hilmar? Þá við skulum skoða hérna, Hilmar, hvað er með þetta? Sko þetta er siglingin. Já. Hvar fannst björgunarbáturinn, segir þú? Já, hann lítur að vera þarna með skor eða svo. Já, hann finnst hérna undir Saurbæ. Og svo finnst hitt hérna undir Sjöundá
og einhvers staðar, já, undan skor einhvers staðar hérna fundu lestarborðin. Og hérna, þetta staðurinn sem hann gefur, hann segir bara norðurkanti Kollahóls og þegar ég talaði við menn heim í Ólafsvík, hann Dúdda, ég veit ekki hvað þið kannast einhverju við hann, Jóhannes Jóhannesson, hann er búinn að róa mikið á línu hérna og eins og Jón Friðþjófs í Rifi og þeir segir bara, já, hann hefur verið á Flákahotninu. Það er ekki verandi þarna á Flákahotninu í þessum áttum. Og þessi lýsing frá honum Villa. Og það er hérna sko. Þetta grunn hérna, það er Flákahotnið. Þarna gefur hans öklum 7:30 og er að laga til, svo heyrist ekki meir í honum. Svo fer Venus hérna upp á Skarðsvíkina og svo býður hérna frá klukkan 14 til 20 og svo fer hann suður sko. Já, hann var á eftir honum. Hann var 3 tímum á eftir honum. Og ég áætla að sko að sviði hafi verið hérna við Bjargið miðnætti og Venus klukkan 3. Það er svona áætlun, miðað við hraðan á þeim. Svo tók ég bara fjarlæðina hérðan og norður á Halla og tíman. Þeir eru kontur svo með, tekur smá tíma hjá honum, kontur svo með þessar hérna. Svona skoða þennan til að byrja með. Svona eru þeir byggðir 1918 og þetta var kallað Mersey Class Minesweeper, það er tundurflugslæðari, og líka Admiralty Trawler. Það greinlega verið byggðir sko til þess að væri hægt að selja þá eftir stríðið. Þegar það væri búið að hreinsa tundurflið, þá var þetta að selja þessi norðursjátogara. Og ég sé hérna, og það var það sem að kveikti hugmyndan hjá mér sko, og þegar við fórum líka að skoða hérna teikningarna á honum. Hérna sjáu þið eitthvað hérna, þetta er afsegulmögnunarkapall út af segulduflum. Og í lestinni var tækjarými. Tækjarými, þetta var ekki eiginlega lest fyrir farm, heldur tækjarými fyrir rafala og ýmsa græjur sambandi við segulduflin. Og svo er náttúrulega kolabóksin, þau voru hérna, svelgurinn er hérna einhvers staðar og aftur að katli, skorsteinninn ofan að katlinum. Og hérna voru kolabóksin, þau tóku 200 tonn. Svo er bara eldhúsi hérna og einhver smá rými og ég held að þeir hafi étið ofan í káetu. Held að vera þannig á þessu skip. Og þið sjáu það er ekkert hérna. Og ef við fyrir að skoða hérna, þá er ekki hvalbakar á honum, það er bakki á honum. Hann er reyndar með þessa fallbyssu hérna. Og hann er ekki með ljóskettutæki. Sýnist mér ekki, hann er allavega ekki með stangirnar sem voru ennþá hærri. Jú, það eru komnar stangi hérna. En það voru ennþá hærri seinna. Og skorsteinninn var hækkaður. Og þá skulum við koma með hina myndina. Sjáu þið. Bátapallur, bátar, lífratunnurnar, allt upp í 15 tonn. Stangirnar eru hærri hérna. Það búið að hækka skorsteininn. Það kom hvalbakar á hann. Og það sem að gerist í stríðinu, það var steypt ofan á brúna til að varna vélbyssuskotrið. Og við vorum að reyna að slá á þetta hvað það hefur verið mikið sko. Þetta er aldrei undir 4-5 tonnum. Og þá sjáu þið sko álagið viðbótar álagið sem komið er á skipið. Og svo verður að beita þið hérna norður í hafi. Já, hækkað. Stöðuleg. Já, þyngdarpunkturinn hækkar í skipinu. Þyngdarpunkturinn hækkar í skipinu. Og svo sko það kom mikil þyngsli hérna fram í skipið, þannig að hann er þungur hérna framann. Hann er búinn að brenna kolunum þegar hann er á leiðinni heim, léttar að hann og svo þessi viðbóta þyngsli hérna ofan á það sem var þegar skipið var hannað.
það hefur ekkert verið gert ráð fyrir þessum þunga. Og hérna er minnstu burðurinn í skipinu, þú veit hvernig þessi skip voru, þau voru svo þunn hérna aftan, sko. Þannig að þegar skipið fyrir að taka við þessum þunga hérna á veltunni, þá er álagi komið hérna. Þetta mátti ekki tala um á stríðsárunum. Hvenær eru þið byggðir? 1918. 1918. Og eru þið þá í tunnurflugslaðingu eftir byrja? Já, þau verður að byggja þá alveg, þeim er sprautað út, sko, þau koma einn á mánuði. Já, og svo komu hér, sko, eftir seinna stríði, þá komu hér nokkri tunnurflugslaðarar sem voru tréskip. Já, það var hana, já, það var til líka. Og Það voru bara föruskip. Já, þau byggðu líka, sko, við sjáum þeir eru hérna að baslast með afsögumögnum. Ég vil líka koma borð tundurduflaslæðara, sko, sem er tréskip og það er ekki einn járnnagli um borð. Það er allt úr góðmálmi. Vélarnar eru allt saman úr góðmálmi. Heyrðu, svo við berum saman þessi skip og nútíman. Þetta er mjög svipað skip á Páll Jónsson í Grindavík. Mjög svipað. Pétur var menn segja speglur í þessu skipi en svo endaði með því að hann hérna fór til Hjartar í Navís og hann teiknaði eiginlega einn skip. Og það sem við gerðum, að ég fekk skipatankfræðing með mér og hann fann út velti ásinn í þessum bátum eins og Sviða. Og svo velti við honum, eða hölluðum honum 20 gráður og þá var komin að skammdekk. Því að sko fríborð á þessum skipum var ekki nema bara svona í klof. Þetta var 40-60 cm. Altså lunningin? Já, skammdekkið. Fríborðið. Já, við keisinn. Já, bara á miðju dekkinu og sjórinn hérna á gólfinu og skammdekkið hérna. Það sem trolli var tekið. Já. Það var ekki meira. Þannig að ef við hölluðum honum 20 gráður þá var hann komin skammdekk. Hérna. Ef við höllum þessum 20 gráður, þá var hann komin skammdekk, en þetta er sjóklart allar hingað upp. Og það eru 3 dekki í þessum hérna. Þessi 7 metra breiður, en þessir eru á 12 metra. Breidd. Svo höllum við hann 30 gráður, þá var hann komin sjóinn undir lúgu. Og þá skilum maður bardagan í halaveðrunu þegar lágu allir 16 togararnir svona klukkutímum saman og voru að moka til afla og kolum. Bardaginu það að halda lestarlúgunni sjóklóri. Og skelfingin sem var þegar það fór að losna ofan á lúgunni og bardaginn sem var við haldinni. Sjóbúin nattur. Nú, svo ef við höllum honum 45 gráður, þá er hann bara komið með sjó inn á lúgu. Og þá er þessi komin á skammdekk í 45 gráðum hérna upp á viðdekkinu. Það sem hann gerist með kamp, þarna færiðska, núna daginn, að þetta er brunnbátur og þeir voru að taka baugina bakvarsmegin og hann færi á sig brott og það er opin lúgan og þeir get ekki lokað henni. Og þeir fá sjó hérna inn á mildekkið. Og hann fer bara 1-3. Það var nú eftir að rannsaka það mál, sko, hvort stöðuleikinn hefur verið í lagi í honum, sko. Hvað var hann stór? Hann kampur? Já. Hann er eitthvað minni, þessi 45 metrar, hann hafi ekki verið svona 38 metrar eitthvað. Ég held hann þessi eitthvað aðeins minni heldur þessi. Það var eitthvað minni. Eitthvað minni þessi. En sko þið sjáu bara hérna, þegar þið sjáu þetta í hluthöllum, sko, hvað þetta eru miklu minni skip, sko. Man er bara, man hrýs hugur við þessu þegar maður sé hvað þetta er lítið skip. Svo voru náttúrulega lestarlúgurnar á þessum togur og þetta voru bara margar spýturlúgur, sko. Já, bara tréhlerar og pressinning og fleigað. Já, þú varst ekki búin að roka þessu 1 og 3. Nei. Nýþungir. En þeir náttúrulega gert sjóklart að þeir fóru á stað, sko. Já, sjálfsögðu. Já. Ég á við, voru að fá á sig sjói og... Já, á veiðum. Á náttúrulega opið niður. Já, á var nú opin ein lúga. Já. En það opnaðist alveg nýr heimur þegar við sáum þennan samanburð, sko. Saman að líka. Það er ekkert saman að líka, sko.
Jæja. Veitum við, hvað var næsta? Var Þeir fara líka þessi nýju. Ha, Þeir fara líka. já, já, en það er ekki eins svakalegt, sko. Það er ekki eins svakalegt. Býtum við, já, þarna vorum við með, við erum búin að taka þetta hérna, já. Þarna vorum við með kaupið og lifrarhlutin. Ég er að segja frá því, sko. Segja frá því þarna. Nú, svo er að veðrið. Ég fekk veðurathugun frá Hellisandi, hann Trausti Jónsson, blessaður drengurinn, ég sagði nú að ég væri að gramsa í þessu og hann bara fann hann fyrir mig veðurathugun bókinu frá Sandi og sendi mér hana og hérna, ég gæti ekki lesið kótan, þannig að hann fann líka fyrir mig veðurkótan, þannig ég gæti þýtt hana, ég bara nákvæmlega með veðurlýsinguna frá Sandi. Klukkan 6 á morguninn, þá er sæmilegt veður, þá var hann ennþá á austan. Klukkan 8, þá var hann kominn í suðaustan 7 stig og klukkan 12 og klukkan 15 að þá er hann í sunnan 9 stigum og þá liggur Venus á Skarðsvíkinni eða lætur reka á Skarðsvíkinni. Og svo klukkan 17, þá var hann ennþá 8 stig en þá var hann kominn í útsýningin og á miðnætti að þá var hann kominn í 5 stig, sko. Og Venus fór á stað þarna klukkan 8 kvöldi, sko. Þá var hann að fara að ganga niður. En sko, sviði hefur öllu líkindum farið hérna, einhvers staðar nálægt þessu tíma, sko. Hvað það var, það vitum við ekki. En það var dæmt 1949 að hann hafi farið á stríðsvöldum. Og menn vil ekki tala um neitt annað. Já, veðrið var ekki það vont að það hefði getað farið út af því. Ekki öllu eðlu, nei, en það sagði Villi, sko, þetta er alveg ferðaveður. En sko, ég veit ekki hvort það væri margir í dag sem vildu sigla þessum skipum í svona veðri. Ha, alltaf syngjandi kafi. Ha. Já, svo þetta er bara veðurkort sem var teiknað hana, þetta er þá morguninn, klukkan 8. Og þarna var nú ekkert auðvelt að teikna veðurkort, veðurfræðingarnir höfðu ekkert í höndunum. Bretar réðu kapplinu, sko, gamla sæstrengnum sem var frá Kaupmannahöfn gegnum London og Skotland og Færeyjar til Íslands og til Seyðisfjarðar og svo Norðurland. Þeir réðu því. Nú, það mátti ekkert hvar í loftinu. Það eina sem þeir höfðu, það var það sem var hægt að hringja, veðurathugunum sem var hægt að hringja frá stöðum innanlands. Og eftir því reyndu þeir að teikna veðurkort. Og svo er þetta kortið þegar kemur frá kvöldið, klukkan 17. Sko, þetta er kort sem þeir kalla veðurfræðingarnir endurgreining. Það er þannig að þeir taka gamla veðurathuganir, setja inn í tölvuna, láta tölvu reikna út hvernig veðri var, hvernig lagið þetta voru. Og þetta er klukkan 12 og þá er bara bullandi sunnanátt, sko. Það passar alveg við veðurathugunin á Sandi, þetta er eitt af gögnunum sem var sett inn, sko. Þannig að það er alveg rétt sem hann segir, sko, það var ekki það vont veður. Þetta var ekki hægt. En samt sem áður, þá fór nú Villi upp á Skarðsvíkina, sko. Hann barði ekki áfram sögur eftir, sko. Nú, svo er það bara síðasta spjaldið. Nema Villi spyrja eitthvað. Þetta eru leitirnar. Og ef við höldum hann hafi farið hérna, eins og hann gaf upp, þá er þetta rekið. Já, og þar finnst draslið þarna fyrir ofan. Draslið finnst hérna. Það er eitt sem angrar mig. Ekki það að það hafi fundist eitthvað dót hérna, en sko að því ég var í svo mikið hjá Gæslunni að vera að reikna rek og spá í hvernig hluti reka. Ef nú mann í sjó, hann rekur allt öðruvísi heldur en gúmbátur. Og einhver lestaborð, þar rekur allt öðruvísi heldur en bátum í kjöl. Og bátum í kjöl, hann siglir alltaf. Hann fer aldrei alveg undan vindi. Hann siglir alltaf af því að kjölun heldur við. Já, hann fer í aðra hver áttina, sko. Og það angrar mig að bátinn skuli hafa, eftir svona langt rek, að bátinn skuli hafa borið að landi ekki lengra frá hinu brækjunni heldur en þetta.
þau fyrir vestan, þessi maður sagði með það, þau held alltaf að báturinn hafi farið hérna rétt undan, nei, að sviðið hafi farið hérna rétt undan Rauðasandi. Og svo var annað með hennar mann, að þau sögðu það hérna í sveitinni, að það hefði verið sandur í lungunum. Já, það sem líkinu. Já, líkinu. Þannig að hann hafi ekki dáið á leiðinni, heldur drukknað í fjörunni. Hann lifaði af alla leiðin upp til. Og þarna höfum við bara ekki svör, sko. Var hann látur á bátnum þá, björgunarbátnum? Hann var ekki langt á bátnum. Hann var ekki langt á bátnum. En hann lifir ekki lengi í sjónum að reka alla þessa leið. Það er ekki nokkuð leið að trúa því að maðurinn hefur lifað að reka alla þessa leið. Maður verður að draga það álut þannig að hann hafi verið í bátnum. Og svo er bátnum bara hvolft í fjörunni, sko. En þetta er bara áleittanir, sko. Nú, svo skildi ég ekkert í hvers vegna fór, af því að ég var nefn gesturinn að maður fór bara á staðum leið, eitthvað gerðist, kom með þyrlur og alla græður, sko. Að Ægir er að dóla hérna í Reykjavík þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og fyrir ekki á staði fyrir föstudag. Svo fyrir maður að hugsa hvernig voru samskiptin. Við munum þetta á handverkusími og í þessum sveitum að þá var bara símstöðin opin svona 2 tíma fyrir hádegi og 2 tíma eftir hádegi. Og þegar að þeir fara á stað á föstudagsmorguninn þá voru enga fréttir komnar af því sem hafði fundist á fimmtudaginn. Þess vegna eru þeir ennþá að spekulera í því hvort að hann gæti hugsanlega hafa farið eða væri á reki bara hérna á Faxaflóa. Og þeir fara sko hérna út fyrir Garðskaga, hérna, taka svo striki hérna á Hólahólum og svo 10 mílur í hérna suðvestur og svo hérna suður Minnisjó og hérna fyrir. Og ég plotta þetta nákvæmlega eftir leiðabókinni. Þá enda ég hérna, en hann skrifar í Garðsjó. Annarkvæmt plottaði vitlaust eða það er eitthvað ekki alveg hárrétt. En hann skrifar í leiðabókina í Garðsjó. Og ég fekk leiðabókina. Þetta er beint upp úr henni. Heru, þá er ég bara búinn að fara í gegnum þetta. Já, sko, mig langar til að segja það sem ég veit að við höfum fundið hérna, að hvað, sko, Egill er búinn að leggja mikla vinnu í þessa pælingu. Það er ekki eftir því. Hann er búinn að sko, það eru veðurfræðingur, skipatæknifræðingur og allur pakkinn. Og þetta var sýning sem að þið hélduð í Hafnarfjarðarkirkju. Núna, hvenær var það? Við opnaðum hann í mars 22. Við ætlaðum hann að opna hann sko 2. desember 2021. Það var ekki hægt út á COVID. Þannig að við héldum, alltaf ég segi ykkur frá því sko. Ég fekk prestana til þess að halda bænastund klukkan 8 morguninn 2. desember 2021. Og það voru fáir sem gætu mætt út á COVID og við gætum ekki að auglýsa þetta, en ég hringdi í nokkra gamla togarakalla sem komu. Þetta var algjörlega ógleymanleg stund, sko. Algjörlega ógleymanleg. Mér er nær að halda þeirra að vera þarna hjá okkur, sko.